skólinn svo leiðin lekur og hata skólan svo mikið. Ég vildi frekar vera heima veikt og krota á blöðin sem ég á að gera. Þetta er svo leiðilegur skóli að ég þoli hann ekki meir. Ég vildi flytja á annan stað þótt það væri ekki samt betra þar. Haha. Þarftu alltaf að vera svona óþroskuð? Ég þarf dúsunarkúkur í buxurnar. Oj, fílan. Nei, hljópi bara, takk. Ertu hætt í valinu? Já, ég þori ekki að syngja. Ó, en allir minn halda þessi ég. Er það eitthvað betra? Já. Æ, Tanja, mér finnst þetta bara svolítið illa gert af þér. Ásthildur gerði ekki neitt og var rekin. Þú eyðilagði mannorðið hennar. Svo? Er þér bara alveg sama? Já, eiginlega. Ég vildi bara að þú hefðir ekki sagt mér þetta. Ef þú segir einhverjum, þá skaltu vita það að það er ekki bara mannorð Ásthildar sem eyðilagst. Heldur mitt, þitt og stelpnanna. Ertu að hóta mér? Já, heyrðirðu það ekki? Ég var eins og ekki með í þessu. Jú, þetta var nefnilega þín hugmynd. Ég var ekki þarna. Treystu mér, þú vilt ekki sjá hvað gerist ef þú kjaftar. Hei, sjáu þið þennan? Þessi lítur út sem kalli kennarinn. Þetta er árið frá Ásthildur. Sexy! Býtu það vantar árið? Já, auðvitað. Oh my. Lítur alveg út sem kennarinn. Þetta er frá Ásthildur. Skrifa Ásthildur fyrir ofan. Hendur þurfa að vera rauðar. Þetta er geggjað. Alveg eins og Ásthildur. Hvað finnst það í dag? Ég held að þessi myndi endast vikuna. Ég er að hlaupa. Veist að hann gæfi sig upp í dag. Yeah! Oh man, böggin er money. Money. Money? Hey, yummy. Það var eitthvað sæti. Stólanum þetta sem lefst. Ég held að vera hægt. Já, ég hugsaði hætta, en svo myndi ég eftir reglu nr. 4, aldrei gefast upp. Ef þið viljið í alvöru losna við mig, þá er þetta ekki besta leiðin. Við hlustum. Sjáðu til, þetta er ekki fyrsti skólinn sem ég kendi í. Ég kendi í skóla sem heitir Klukkuling og þar leið mér mjög vel. Við vorum að vinna fyrir atriðið fyrir hæfileikakeppni nemenda allstaðar, eða Hænu. Hafið þið nokkuð heyrt það? Frænka mín á Hænur. Auðli, hún var ekki að spyrja það. Hvað er þetta að gera hér? Ég var rekin úr þeim skóla því ég óvart landi nemenda og hún þurfti að fara upp á spítala. Þetta var grafalvarlegt og mér fannst furðulegt að ég myndi fá annað starf. Landirðu nemanda? Það var óvart, ég myndi aldrei meiða neitt viljandi. Einn aflýsingakennari landi mig einu sinni. Það var ekki óvart. Hann var ekki rekinn. Það var líka einn sem skellti að skuffa mig í puttafannu. Hann var ekki heldur rekinn. Þetta er grafalvarlegt. Skólinn á að vera öruggt svæði fyrir börn. Í þessum skóla eru hálfvitarnir og ónegabörnir. Talaði fyrir sjálfa þig. Þannig að hver sem vil kenna hér er ráðið til dæmis ofbeldismenn. Við erum alltaf langlegast í sambændum prófum. Og skólinn okkar er á lista yfir verstu skóla landsins. Ég held meira að segja að sumir kennarinn hérna séu ekki eins og menntaðir.
Þetta er bara kærleysislega gleymskapur. Eina leiðin til að losna svona fífur að láta það gefast upp. Það kannski ekki skrítið að taka svona móti nýjum kennurum ef þetta allt sem þið þekkir. En ég lofa að ég ekki eins. Þess vegna tökum við alltaf svona móti nýjum kennurum, ekki persónulegt, bara sínum látum ekki vaða yfir okkur. Að þessum skóla hefur við losnað við 12 kennara. Því svo sem við hefðum í fyrra var svo allra besti. Við vorum alltaf hvert í skólasjónum en hann hlustaði ekki og svo kom í ljós að þeir voru frændur. Ég vona þessi í fangelsi núna. Þeir eiga allavega skilið. Svo héldum við að allt myndi breytast þegar Magnaði tók við en þá fengum við hvern hálfvita og fætur öðrum. Ef ég bað hjálp þá sögðu því verið heimsk og vildi ekki svona reyna að hjálpa okkur sko. Það er henni að kenna að hún sé lesblind og þurfir smá aukahjálp. Ég er ekki lesblind, það er bara smá lengri tíma til þess að lesa. Einmitt. Er hlæja ástundir? Fyrirgefðu, mér finnst þetta bara svo sorglegt. Ég hélt að þetta væri breytt og allir skóla verið svipaðir hvort sem maður verið ríkur eða ekki. Ó nei, allir sé að þetta er skítaskóli og þess vegna vill engin góður kennari vinna. Sjáumst eftir frímínútu, krakkar, ég fer ekki neitt. Hvað segir þið að finna þennan krakka? Hvernig gerir þið það? Það er bara að skoða með Instagram. Bara að hasta klukkuklíka eða að pröfa það. Er þetta eitthvað? Hvað? Má sjá. Kennir, Tanja og félagar. Ég sé ekki nógu greið, má sjá. Krakklín kennir, Tanja og félagar með fremstumir söng og dansarliði. Wow, þau eru góð. Mér finnst þetta ekkert spes. Þetta hlýtur að vera hún. Hún postar mynda sér með lepp til þess að fá vorkunn. Það er ekki alltaf lægi með suma. Og sjáu allir sig komment, hér er eitthvað ástildi. Það stendur ástarkveðjur, ekki ásthildur. Ó, sorry, ég sá þetta ekki alveg nógu vel. Hún heldur að sé eitthvað, eigum við að finna hana? Ó já, það væri gaman. Hvað ertu komið mörg likes inn á Instagram? Tanja, það er einhverjum krakkar að leita þér. Hverjir? Ég veit það ekki alveg, þeir eru allavega ekki í þessum skóla. Hverjir er þið? Við erum frá Grænuhlíð. Grænahlíð? Aldrei heyrst um það. Er það ekki skólinn í Rónahverfinu? Oj, er skólið þar? Hvað eru þið samt að gera hér? Þessi skóli myndi aldrei taka við nemendum úr einhverjum skíta skóla. Kunnið þið yfir höfuð að lesa? Já, auðvitað erum við læs. Gott hjá ykkur, haldið bara áfram að lesa Disneybækur og látið okkur í friði. Við erum komið með nýjan kennar sem við vist að kenna hér. Nú, hvernig farið úr þessum skóla og kenna svo í Rónahlíð? Ásthildur Reitrún, kannastu við hana? Ha, Tanja? Nú, ég held að hún hefði mist kennararéttindin. Þið hafa svona skítaskóla takkgrein hverju sem er. Gott hjá henni. Æ, ég vorti það svo mikið að vera með glóður að ég get alveg gefið þér annað hinum megin á vilt. Það væri gaman að sjá þið reyna. Og er hún þá að undirbúa ykkur fyrir hænu? Þú getur bara sjálfur verið hæna. Hvað? Já, hún er að gera það og okkar atriði er miklu betur en ykkar. Er það, já. Ég held að skólinn ykkar hafi ekki eins og keppt áður. Heitir hann ekki Rónahlíð? Nei, Grænuhlíð. Eða það. Hún veitti allavega ekki af peningunum. Við erum nefnilega í svo flottum skólafélagsúlpum. Verst að þið hafi ekki efni á myndatökumanni eða neinu. Viltu bara rústa ykkur úrslitunum? Þið eru líka eins og með atriði. Ásthildur kenndi okkur atriði sem þið ætlaði að gera. Og það er miklu betri. Jæja, viltu veðja? Hve mikið? Ef við vinnum, þá þurfum við að láta reka Ásthildi.
Og ef við vinnum, þá þurfum þið að biðja hana afsökunar. Er það allt og sumt? Hlakka til að frétta þegar Ásthildur verður rekin aftur. Bye! Og píanó. Píanó. Elskar píanó. Oh my god. Oh my god. Atlanta. Já. Aþena. Brynhildur. Já. Díana. Flutt. Friðrika. Já. Hrefna. Lísa. Já. Melkorka. Já. Ólafía. Já. Ruð. Hætt. Saga. Já. Teresa. Já. Valdís. Já. Gaman að sjá ykkur krakkar og takk fyrir að svara eftir nöfnum. Við vorum að pæla hvort þú geti kannski hjálpa okkur með atriði og skráða okkur í hæfileikakeppnina. Takk. Skólinn okkar hefur aldrei keppt og við vissum ekki einu sinni af þessu og okkur langar mjög mikið að taka þátt. Sko það eru reglur í keppni sem segir að hópurinn sem þarf að taka þátt þarf að vera yfir meðan einhver því þetta tekur svolítið tíma af náminu. Getur þú farið að hækka einhvern okkar? Það veit ég að það meður ekki þannig. Ef þið eru rosalega duglega að læra þá er ég tilbúin að kenna ykkur meira og þá getur einhvern veginn eitthvað hækkað. Við vinnum bara jafn og þér og hver veit að við getum tekið þátt á næsta ári. Á næsta ári? Við viljum eiginlega keppa núna. Það er bara ekki nægur tími þegar við þurfum að senda inn umsókn. Ég held að það séu skil eftir 2 vikur. Er engin leið að fá að keppa núna? Ekki nefnum við fælum prófin í næstu viku og það sendi ykkur mjög vel. Já, það er ekki En það er bara alltaf mikið. Við myndum aldrei að fara yfir allt. Og það er rosalega mikið heimanám. Ég var sko bara að grínast. En við getum reynt. Við viljum öll taka þátt og við lofum að vera rosalega dugleg í prófinu og standa okkur vel. Ok, segjum þá að við fælum prófin og það verða allir næstu viki og ykkur fæst ekki að hækka einhvern veginn eitthvað. Þá er ekki víst að þið fá eins og að taka þátt á næsta ári. Ég held að það er miklu skynsamlegra að bíða. En er tilbúin, við getum það. Ég held að það sé bara ekki hægt. En þú sagði það að vera hægt rétt á þann. Þau voru fljótt að skipta skapi og ég er tilbúin að reyna með ykkur, en það verður erfitt, mjög erfitt. Ég get ekki hægt einhvern veginn eitthvað, þið þurfa sjálfa að gera það og vera duglega að læra. Bring it up.
Hvaða merkir þetta? 8. Hvaða merkir þetta? 8. Deili. Já. 8. Þeir eru saman 2, Melkor með 1, Ólafíu með 1. Big brain, sko. Ég er með smó. Gerðu bara hrísið. Hann er að horfa í þessa leið. Hann er að líta þangað. Já, hann er að... Þetta er bara rosalega fallegt. Talaði fyrir sig. Það er kannski ekkert skrítið. Bara ég veit bara ekki að haka eftir þegar kennslan er búin. Nei. Ok, eru þið tilbúin? Ok, allir að fara Una, komdu. Hérna, kotti. Bæ. Una, komdu bara. Ok. Ekki haldinni takkanum. Sorry. Ok, byrja. Fell in love with an emo girl. I'm not an emo girl. Nei, say all I want is emo girl. Nei, byrja. Say all I want is. Say all I want is emo girl. Oh, það er eitthvað. Þarftu að vera svona óþroskuð? Ég fór að hlæja. Já. Ég ætlaði að fara að öskra og Sibba þegar ég held þess að ég ætlaði að hringja 1 eða 2. Nei! Þannig að það var ekki svona Sibba. Ekki fara að hlæja aftur. Nei, mér fannst það bara fyndið. Ég fór næstu að hlæja. Ertu viss? Ok, einu sinni enn.